Einelti ekki bara einkamál þolenda og geranda, heldur þetta hefur að gera með allan hópinn. Þannig að það aldrei nóg aðferðir sem við höfum svolítið gegnum tíðina verið að beita að styrkja þolendan og vinna eitthvað með hann. Það bara pínu eins og piss í skóinn sinn. Af því að auðvitað þurfum við að gera það, að sjálfsögðu við þurfum að styrkja þau en það ekki nóg. Af því að svo setjum við þau kannski tilbaka alltaf í þetta fjandsamlega umhverfi sem einelti að sjálfsögðu Þannig að ef við vinnum ekki með umhverfið þá til lítils að styrkja þolendan. Staðan svo að þegar maður ung manneskja þá maður að takast á við svo ótrúlega mörg krefjandi verkefni og eitt af því að móta sig sem borgara í samfélaginu og hluti af því að hlúa að hag annarra og hafa samkennd með aðstæðum annarra í samfélaginu. Það eiginlega ástæða til að hafa áhyggjur af minnkandi útivöru, rannsóknir erlendis, Kanada, Ástralíu og víðar. Benda til þess að börn séu mun minna úti en áður, en þessi áhrif sem við vitum að á útivöru og tengsl við náttúru, það hefur sýnt sig að börn sem á jaðrinum, ADHD og fleiri geta betur einbeitt sér eftir að hafa verið úti eða samskipti önnur úti en inni. Þannig að áhrifin eru margþætt. Á Menntakviku mun ég fjalla langtíma áhrifin í svefn og hreyfingu milli 15 og 17 ára unglinga. Það sem kom okkur virkilega óvart var til dæmis breytingin á hreyfingu. Hún minnkaði hjá öllum 13%. En það sem var afar áhugavert að helgarhreyfingin breyttist ekkert á þessum 2 árum á meðan hreyfingin á skóladögum minnkaði eða dróst saman 19%. Í málstofunni Fjölmenning breytingarafl í skólastarfi að það sama komin stór hópur rannsakenda á menntavísindasviði. Tilgangur rannsóknarinnar að skoða hvað við hér á menntavísindasviði erum að gera til að undirbúa nemendur til að vinna með fjölbreyttum nemendahópi og markmiðið að nemendur þrói með sér leiðir til að kenna á fjölmenningarlegan hátt. Enginn verður í rauninni góður í lesskilningi nema að iðka lestur. Það að iðka lestur stöðug þjálfun í að skilja margbreytilega texta og kynnast ólíkum stílbrögðum, höfunda og blæbrigðum tungumálsins. Ég held að það sé mjög brýnt fyrir okkur að fjölga karlmönnum í kennarastéttinni. Á Menntakviku ætla ég að fjalla meistaraverkefni mitt. Þar fylgdu við 4 nýbrautskráðum kennslukörlum fyrstu 6 mánuðina í starfi og sáum hvernig þeir voru að takast á við vettvanginn og stíga sín fyrstu skref.